Og fyrsti kaflinn heitir Dvergarnir í skóginum. Lalli hafði brent könnur sínar, krukkur og skálar svo fagurlega að það klingdi allt og söng. Svo hélt hann af stað með varninginn á markaðinn í þorpinu. Það er kviknað í skóginum. Lalli hraðaði sér til að slökkva eldinn. En það var ekkert að slökkva. Það rauk ekki einu sinni úr grasinu. Það var bara hafragrauturinn hjá dvergunum sem var að sjóða upp úr. Og ekki var nokkur lífsins leið til að fá hann til að hætta. Svona, flýtið ykkur að taka hann af ofninum svo hann hætti að sjóða, sagði Lalli. Þetta er rétt. Það er ekkert annað að gera. Það er alveg rétt. Það er ekkert annað hægt að gera. Haldið fast hattan ykkar. Svona, já. Og næst, ágætu eldamenn, skulið þið velja ykkur stærri pott undir grautinn. Við viltum það gjarnan, en við vitum ekki hvað hann er að fá. Nema hjá mér. Komið hérna. Ég skal reyna að finna eitthvað handa ykkur. Og hann stóð við það. Hann valdi ljómandi fallegan pott, hvorki of lítinn né of stóran. Og svo vel brendan að söng í honum. Alveg mátulegan undir graut handa dvergum. Ó, kæri Lalli, þú ert yndalasti leirkerasmiður. En þú ert varla nógu klókur fyrir þennan heim sem er svo fullur af vondu fólki. Gjörðu svo vel. Hérna færðu klókindatóbak. Ef þú tekur það í nefið, verður þú samstundis mun klókari. Þegar Lalli rankaði við sér og ætlaði að þakka fyrir sig, voru allir á bak og burt. Svo hann sagði við sjálfan sig, hér er ekki meira að gera, og hélt leiðar sinnar á markaðinn í þorpinu. En hann komst aldrei alla leið, frekar en venjulega. Markaðssölukonurnar urðu enn á vegi hans og sögðu við hann, hvers vegna skyldi hann vera að ergja sig á markaðnum þegar þær væru tilbúnar til að kaupa munina af honum á hagstæðu verði, og síðan sæju þær að koma þess einhvern veginn í verð. Þeim væri svo ánægja að forða jafn óreyndu manni í viðskiptum frá að láta pretta sig og plata af hverjum sem er. Lalli gæti rólegur snúið heim og búið til fleiri ker og krukkur. Þær myndu bíða eftir honum næst, af því að þær væru svo góðhjartaðar. Já, má vera þeir séu reglulega góðhjartaðar, en þær þvaðra svo og bladra að maður verður alveg ruglaður. Lalli andvarpaði, en mundi þó skyndilega eftir því að hann var með hressingu í vassanum. Ótætiskerlingarnar, þær hafa þó pretta mig eftir allt saman. Krukkur til sölu, fyrsta flokks krukkur til sölu, fyrsta flokks leirklukkur til sölu. Svona var þá í pottinn búið. Fyrir varningin greiddu þeir honum fáeina skildinga, en seldan svo aftur fyrir marga gulldúkata. Þetta skal þeim ekki takast. Nú tek ég til minna ráða. Og nú greip hann til klókinda tóbaksins. Og þá vissi hann hvað hann átti að taka til bragðs. Krukkur til sölu, fyrsta flokks leirkrukkur til sölu.
Krukkur til sölu. Alveg ljómandi fallega leirkrukkur til sölu. Þegar Lalli hélt heimleiðis af markaðnum, brosti allt við honum. Meira að segja hérinn í smárabreiðunni og íkornin í hinninum. Jafnvel bjúað sem hann hafði keypt handa dvergunum, svo þeir hefði eitthvað að narta í. En hvað nú? Litli kofinn var farinn og hvorki tangurinn ég tetur eftir, eins og hann hefði aldrei verið til. En bjúað var ekki til einskis keypt. Dvergarnir tóku það til sín og gáfu Lalla fullan pung af klókindatóbaki svo hann ætti nóg. Hann var hinn ánægðasti og stakk honum. Markaðskellingarnar höfðu komist að því að Lalli átti sök á óförum þeirra á markaðnum og nú hugðust þær gjaldunum rauðan belg fyrir gráan. Þegar allt var tilbúið, fóru þær til Lalla og sögðu: Sagt sagt og gert og ekkert verður aftur tekið. En nú skulum við sættast. Vissulega prettuðum við þig, en það gerum við ekki aftur. Og til að sanna þær ætluðu að standa við orð sín, höfðu þær komist yfir egg til útungunar sem þær vildu færa honum. Ef hann kæmi þeim fyrir á hlýjum stað, til dæmis á bakvið leirbrennsluofninn, myndu fallegir litlir kjúklingar klekjast út mjög bráðlega. Þetta eru bestu konur. Vest hvað þær tala mikið, andvarpaði Lalli og ætlaði að hressa sig á klókindatóbakinu sínu. En þá mundi hann að hann átti eftir að klára verk sitt, svo hann lét það bíða þangað til næst. Ótætiskellingarnar, þær hafa laumað eldpúkum á mig. Þannig var nú það. Í stað hænueggja höfðu þær látið hann fá egg eldsins óurlega sem þessir eldpúkar hefur klakist úr. Og ef leirkerasmiður hefur þá í brennsluofni sínum, ekki nóg með að öll keran springi. Heldur getur hann ekki tekið þau úr ofninum vegna þess að eldurinn sloknar aldrei og ofnin fær ekki að kólna. Reyndu bara aftur og við rústum ofninn þinn, sögðu eldpúkarnir og steiktu nefana, svo Lalli gerði ekki frekari tilraunir. Hann sá í hendi sér að úr þessu skipti það ekki máli. Hann gæti ekki brennt meira í ofninum hvort sem var.
Mér hefur liðið vel hérna, nú öllu lokið. Ég losna aldrei við þá. En hvað með það? Alltaf má fá annað skip. Heimurinn stór og ég hlýt að geta haft í mig og á. Lalli reyndi að telja í sig kjark. Til að stappa í sig stálinu fékk hann sér duglega í nefið og það var einmitt það eina rétta sem hann gat gert. Klókindatóbakið gerði hann strax skýran í kollinum og leið varð honum ljóst að það voru eldpúkarnir sem átt að flytja en ekki hann. Eldur! Eldur! Og þannig fór það. Eldpúkar eru svo æstir í trylltan eld að þeir gættu sín ekki og bókstaflega köstuðu sér beint í gildruna. Þarna get þið séð. Áðan voru þið bísperrtir, en nú get ég slökkt í ykkur með því að blása einu sinni. Hugsanlega gætu þið orðið einhverjum að gagni, en hverjum? Lalli braut heilan en datt enginn í hug. Það var ekki fyrr en hann hafði fengið sér í nefið á klókindatóbakinu að hann komst að niðurstöðu. Fjárhirðurinn var mjög feginn að fá einn, svo að varðeldurinn sloknaði ekki þótt kæmi skúr. Hina tvo færði hann járnsmiðnum vegna þess að til að geta járnað hesta góða verður að loga vel í hlóðum og hamra járnið meðan það er heitt. En þá mun líka syngja í götunni leið og gæðingurinn þeysir áfram á nýslegnum skeifunum. Dag nokkurn, snemma morguns, þegar Lalli gekk út, sá hann varla lengra en nef hans náði. En þau vandræði. Ég kemst ekki á markaðinn í þessu veðri. Ég get átt á hættu að vagninn minn fari út af á leiðinni. Rétt athugað svona sæll. Vertu heima í dag, það er heilla ráð. Er mig að drauma eða hvað? Sagði Lalli við sjálfan sig. En svo var ekki. Skál gömlu konunnar hafði bara brotnað og hún var komin með hann í viðgerð. En skálinn var of lasburða til að gera mætti við hana, frekar væri að henda henni. En svo gamla ásennilega hvort í aðra skál né aura til að kaupa nýja. Ég skal taka hana, bíddu augnablik. Ég kem aftur að vörmuspori. Jæja, gamla mín, þá er ég búinn að laga hana. Nú er hún eins og ný, njótt hennar vel. Hún er sannarlega eins og ný, sonur sæll.
hvernig get ég launað þér vinnu þína? Láttu það alveg eiga sig. Þú gætir þurft að nota þennan litla spegil, en ég, strákpjakkurinn, hef ekkert með hann að gera. Nú dámar mér. Lalli var mjög hissa og reyndar svolítið smeykur. Hvað er þetta eiginlega? Er ég að tapa sjóninni eða glórunni? Nei, nú kom það aftur. Nú veit ég. Þetta er töfraspegill. Jæja, bara ef ég vissi af hverju ég sá það sem ég sá, sagði Lalli vandræðarlega, þótt hann væri með klókindatóbakið sitt í vasanum. Þetta eru markaðssölukonurnar að brugga mér launráð. Þær ætla að komast yfir klókindatóbakið og hafa meira að segja legt sér ræningja. Látum þá bara koma. Þeir hafa þá eitthvað til að ræna, en ef þeir ætla að ná tóbakinu skulu þeir fá að komast að því fullkeyptu. Tóbakið eða lífið? Þá heldur tóbakið. Það mætti kannski biðja yðar ræningjalegu náðir að bjarga sér sjálfi. Það er í einhverju af þessum krukkum þarna. Hafi þokan verið þykk eins og mjólk morguninn, þá var hún núna eins og rjómi. En Lalli kærði sig kollóttan, sjálfur ljómaði hann eins og sól. Og svo átti hann spegilinn litla frá gömlu konunni. Hann gat séð það sem hann lysti, hvort sem þoka var eða ekki. Ó, ég skil.
Hann varð mér að liði og nú komið að öðrum að njóta hans. Þakka þér kærlega fyrir lánið, gamla mín, sagði Lalli og honum var sannarlega alvara. Og nú hafði hann ekkert að óttast, vegna þess að ræningjarnir flýðu eins og fætur toguðu. Og engan nema erkibjálfan ætla ég að langið að glettast við krupp. Lalli hafði fengið sér í nefið af klókindatóbakinu sínu til að hugsa upp hvernig hann gæti veitt kettlingunum makleg málagjöld fyrir eldpúkana og nú var hann lagður af stað á markaðinn í þorpinu. Hvað skyldi hann hafa tekið með sér? Það vissi enginn, því hann hafði búið þetta til á laun. Hann hafði brennt það að næturþeli og tekið út úr ofninum áður en haninn gól. Ó nei, nú svo það var þetta sem hann hafði verið að gera. Egg úr leir, gerð á laun og brenda næturþeli. Það leit út fyrir að verða gaman á markaðnum í dag. Bara það komi nú í dag. Ég hef satt að segja ekki mikinn áhuga að fara með þetta sjálfur á markaðinn. Lalli var orðinn smeykur, en hann þurfti ekkert að óttast. Markaðssölukonurnar bíðu eftir honum, fullar eftirvæntingar. Og sama sagan endurtók sig. Það væri ekki gaman að því, en samt gerðu þeir það. Það væri svo sem nógu gaman að sjá hvaða leirmuni hann hafði meðferðis í dag úr ofninum. Hvað þetta brotnaði allt? Hvað var hitting hans og hár? Hvað hann að vilja á markaðinu þegar hann hefur engan varning meðferðis? Nú jæja, púturnar hafa þó að minnsta kosti orpið. Hvað var svo sem við því að gera? Já, við vonum bara að leirkerasmiðurinn sjálfur fari ekki að gera sig að atlægi með því að selja þau á markaðnum í eigin persónu. Svo vel vildi til að þær ætluðu líka með egg á markaðinn, svo hann geti alveg rólegu snúið heim. Konum fer líka alltaf betur að koma svoleiðis í verð. Ég geri þeim kannski rátt til, ef þær bera nú umhyggju fyrir mér. Nei, þær hafa aftur prettað mig, sagði Lalli við sjálfan sig. En til öryggis fekk hann sér í nefið af klókindatóbakinu. Nei, lítið nú bara á. Nokkra skildinga fyrir körfuna og svo selja þær eggið á spesíu. Hvað sem tautar og raular skal ég sjá til þess að þeim verði ekki kápan úr því klæðinu.
Úr þessu ekki verður engin hádegisverður. Látið það eiga sig og komið hingað. Ég hef búin að kvelja ykkur nóg. Nú ætla ég að bjóða ykkur. Og þannig fór að þóttu Lalli hafi hrekt þau óviljandi með leireggjunum sínum, fengu allir að eta og drekka og að skilnaði fengu meira að segja allir sinn brauðbitan hver í nesti. Eðan svo leiðinni. En það vissu aðrir og þeim leist ekki á blikuna. Svo þeir ákváðu að prófa Lalla og hjálpa honum ef hann stæðist prófið. Hvað hefur þér borið að höndum, kunningi? Get ég nokkuð hjálpað þér? Það held ég varla, sonur sæll. Dóttir mín að gifta sig og hún á engin ílát og hvað þá aura til að kaupa fyrir, sagði sá gamli vesaldarlega, en Lalli beið ekki boðana. Hafðu þetta, kunningi, og svo bið ég kærlega að hilsa brúðinni ungu. Lalli flýtti sér að kveðja því hann vildi ekki þurfa að hlusta á þakklæti gamla mannsins. En sá gamli lét ekki snúa á sig. Að vísu ætti hann enga peninga en hann ætti í fórum sínum svolítið sem Lalli yrði að þiggja fyrir góðsemina frekar en ekkert. Jæja, ætli ég geti farið að henda þessum fjársjóði fiskimannsins, en ekki á þjóðveginn, hugsaði Lalli með sér. Honum kom í hug að gamli maðurinn kynni að eiga leið veginn og færi þá að hugsa margt. Betra væri að henda heldur þessu fiskhristri undir einhvern runnan í skóginum. Þetta er ágætur staður. Hér finnur það enginn. Oj. Þetta er eins og... Ég fyrir nú ekki að henda þessu.
En Lalli sneri við á miðri leið. Gull Marbendils var farið að valda honum verulegum áhyggjum. Heyrðu, kunningi, þú getur átt þitt gull sjálfur. Það hefur á skömmum tíma komið mörgu illu til leiðar. Hér fæst ekki að kvarta. Ef gullið hefði ekki komið þér til bjargar, gætu ræningjarnir núna tekið í nefið úr pontunni þinni. Kra, kra, kra. Gull Marbendils var þeirra refsing, en þú átt önnur laun skilið. Krí, krí, krí. Þessir peningar eru sannir og munu ekki umbreytast í neitt annað. Kre, kre, kre. Svo mælti Marbendils og svo varð. Lalli reyndi að útskýra að þetta væri samt allt og mikið fyrir nokkra leirpotta. En á endanum neyddist hann til að þiggja allt gullið. En samt vildi hann ekki láta borga sér of mikið. Í stað þess að fara með leirkerin sín á markaðinn skildi hann þau eftir við tjörnina handa brúðinni. Hann vildi að hún fengi heimannmund eins og greifafrú sændi. Og þess utan rétt að hafa vaðið fyrir neðan sig í viðskiptum við Marbendla. Lalli hafði tekið fagurlega brenda leirmuni sína út úr ofninum. Hann gat varla beðið með að fara með þá á markaðinn í þorpinu. En skyndilega fann hann eitthvað. Grauturinn hjá dvergunum aftur farin að sjóða upp úr? Skyldi potturinn stóri hafa brotnað? Hugsaði Lalli og hann ætlaði einmitt að fara að finna nýjan, en þá datt honum í hug að ef til vill væri þessi reykur af öðrum ástæðum. Herra minn trúr, hvað eru þeir að gera? Sveppir án viðbits og án fleskbita? Hvað á þetta að þýða? Geta mennirnir ekki gert sér heiðarlegan morgunverð? Þeir gætu það kannski ef þeir væri ekki svona blá fátækir, ályktaði Lalli, og þá datt honum í hug að ef nokkur von væri til að snúa ræningjunum til heiðarlegs lífs, þá væri það helst núna þegar garnirnar í þeim gauluðu hástöfum, en hvernig mátti koma því til leiðar? Það er einfalt mál fyrir mann sem á klókinda tóbak.
Ég á ekki meira. Ef þetta ekki nóg verður þið bara að ræna einhvern. Enginn vill láta ræna sig og enginn hræddur við okkur. Þá þeysa allir bara framhjá og sumir jafnvel hlæja að okkur, sögðu ræningjarnir kjökrandi. Þetta var einmitt það sem Lalli beið eftir. Það að því þið kunnið enga iðn. Ef almennilegur ræningi ætlar að ræna verður hann að loka veginum. Ef þið til dæmis veltu þessum steini út á veginn, þýddi ekkert fyrir mig að halda áfram. Jæja, piltar. Ég sé að það ekki til neins að ráðleggja ykkur. Bara ef ég... Nei, annars, það ekki til neins. Eða ættum við kannski að prófa? Vogun vinnur, vogun tapar. Við skulum fá okkur hérna smá hressingu og sjá hvort okkur dettur ekki snjallræði í hug. Og þeim datt snjallræði í hug. Flón geti verið. Sjáu bara hvað ég get gert. Svona stígvél gat ég saumað og í stað þess að sauma skó þykist ég vera ræningi og verða allægi. Því yfirauli, sjáu bara hvað ég get búið til. Þvílíkt handbragð og svo geng ég rænandi og ruglandi. En sá grasasni, sjáu bara hvað ég hef búið til fallegan hatt. Jafnvel greifinn sjálfur myndi vilja kaupa hann, ef ég vildi selja. Og svo lifi ég á ránum. Jæja, það sem okkur nú orðið þetta ljóst, ættum við að geta hafist handa, sagði Lalli og fékk sér líka í nefið af klókindatóbakinu. Ekki vegna þess að hann þyrfti þess með. Heldur af því að hann átti þess skilið. Ræningjarnir vitkuðust og bættu ráð sitt. Þeir höfðu áður verið iðnaðarmenn og einmitt þess vegna hafði Lalli sett þessa litlu sýningu á svið. Dag nokkur kom Lalli á markaðinn í þorpinu, tók upp leirmunina sína og bjó sig undir að selja. En sumir aðrir voru þegar undirbúnir. Af hverju hættu þér svona snögglega? Skildu markaðssölu konurnar? Datt Lalla í hug, en hann hafði ekki ráðrúm til að hugsa hugsun sína til enda. Viðskiptavinirnir komu aftur og hann fór að sinna þeim.
Ólukkans kerlingaskammirnar. Þær hafa undirbúið þessa tónlist svo ég gæti ekki selt neitt. Nú skildi Lalli hvernig í öllu lá. En þar sem viðskiptavinirnir voru á leið aftur, lét hann málið kyrrt liggja í bili. Kæru vinkonur, eigum við ekki að fá okkur snúning? Brjótið nú odd af álæti ykkar. Það sem við höfum gert hvort öðru höfum við fengið greitt í sömu mynt. Sjáðu nú til, eigum við ekki að fá okkur í nefið af þessu klókindatóbaki og svo lofum við hvert öðru að hætta öllum svikum og prettum héðan í frá. Síðan hefur allt verið með friði og spekt milli þeirra. Og ef kerlingarnar hafa ekki prettað Lalla síðan, lifa þau í sátt og samlyndi enn þann dag í dag. Köttur út í mýri, sett upp á sér stýri og úti er ævintýri.